Við vissum alveg sem leikmenn FSU að Brynjar Karl hafði mjög sterkan bakgrunn úr körfuboltanum, bæði frá Bandaríkjunum en eins í gegnum FIBA, en það er í rauninni ekki fyrir en löngu eftir körfuboltan sem maður að komast að því hversu svakalegur þessi bakgrunn var. Og sem gott dæmi þetta er meðan hann að þjálfa okkur, þá fer hann eitt sumarið til Bretlands að halda þjálfara klíník með Johan Plaza, þjálfara Real Madrid, einn stærsta körfuboltaliðs í heimi, og það er aðeins 2 þjálfarar sem að þjálfa á þessu námskeiði. Það er annars vegar Brynjar Karl Sigurðsson og hins vegar Johan Plaza, og þeir eru þarna að þjálfa aðra körfuboltaþjálfara. Og ég held að það sé mjög erfitt að ná utan hversu stórt þetta er á íslenskan mælikvarða. Ég held að langflestir þjálfarar hefðu nú einhvern fundið leið allavega til að koma því til leiðar að leikmenn sínir vissu af þessu. Brynjar er guðfæðir íþróttaakademíu á Íslandi. Eftir að FSU fór í gang þá hafa sprottið upp akademíur út allt land í alls konar íþróttum. Og þú sér til dæmis á Selfossi, þar eru akademíur í handbolta og fótbolta og eru að ná rosa árangri, og þetta byrjaði allt með FSU. Ég man þegar við vorum í FSU þá voru alltaf einhverjir þjálfarar að mæta á æfingar til að skoða og sjá prógramið og hvað var í gangi. Óskar Bjarni, Dagur Sigurðsson, Heimir Hallgríms, Óli Stef, en það mætti samt enginn úr körfunni. Það voru mjög reglulegar heimsóknir frá þjálfurum úr ýmsum íþróttagreinum sem komu og kíktu á FSU-prógramið, starfsemin á kúltúrin sem þar var í gangi, og voru mjög hrifnir af því. Maður hafði svona alveg vanist í að fá einstaka heiðursgesti þegar maður hafði verið í öðrum liðum, en þess til þetta voru engir heiðursgestir, þetta voru bara einstaklingar úr tengslanetti Brynjars Karls, yfirleitt úr körfuboltanum. Ég man sérstaklega eftir því þegar það kom maður úr þjálfarateymi Washington Wizards, NBA-liðs í körfubolta, var með okkur í 2-3 vikur, bæði á æfingum og eins að taka okkur á fundi og fjallum lífið í atvinnumennskunni. Ég held að Brynjar hafi fengið gríðarlega góðan skóla af því að umgangast Don Meyer, sigursælasta þjálfara í háskólaboltanum í Bandaríkjunum, og gríðarlega virtan einstakling í körfuboltabransanum þar. Viðmenn hjá Brynjari koma frá eina af stærstu fyrirmyndum hans, sem er Don Meyer, sem er náttúrulega algjört legend í körfubolta. Hann er einn af sigursælustu þjálfurum í NCAA ever, fengið ESPYs-verðlaun. Sko, þú talar ekki við þjálfara í Bandaríkjunum og þeir vita ekki hver Don Meyer er. Það vita allir hver þessi gæi er. Og hann tekur Brynjar að sér bara í 2 ár. Hann segir bara, já, þessi gæi er að gera eitthvað viti, ég ætla að kenna honum hérna það sem ég kann. Sem að Don Meyer og Brynjar ferðuðust Bandaríkin að halda fyrirlestar saman. Á coaching clinic, á eitthvað svona ráðstefnur, í svona þjálfunarbúðir og eitthvað svona dót. Og mæti Don Meyer alltaf og segja, hérna er Brynjar, vinur minn, sko. Ég get ekki ímyndað mér hversu mikið hversu mikið fróðleik þú getur drukkið af slíku ferðalagi og slíkri samveru. Ein hlið sem fólk sér aldrei á Brynjari, sem ég hef fengið að sjá svona smá sýnishorn af, er þegar verið að coacha hann, þegar hann finnur eitthvað svona gaur og hann eltir hann bara í 2 ár og hann er bara með glósubókina með sér og bara étur upp allt sem hann er að segja. Fólk sér Brynjar aldrei í þessum gír, sko. En hann er eitt sá mest coachable leikmaður eða manneskja sem ég hef séð þegar hann er þar, sko. Hann sér að hann er ekki nógu skipulagður sem þjálfari og hann sér aðra þjálfara sem er ekki nógu skipulagðir. Þá býr hann bara til forrit og fyrirtæki sem snýst að skipuleggja þjálfara sem er notað af stærstu íþróttaliðum í heimi. Svo sér hann eitthvað í samfélaginu sem er ekki nógu gott. Ok, þá býr hann bara til prógram fyrir stjórnendur í fyrirtækjum út allan heim til að bæta sig í andlega hlutanum og í siðferði. Svo sá hann á Íslandi hvernig íþróttafélagin eru rekin og fílaði það ekki. Þá bjó hann bara til sitt eigið íþróttafélag og það er FSU. Þetta lýsir í dálítið hvað hann er manískur og stórtækur í markmiðunum. Hann sér eitthvað vandamál og hann fer alltaf í rótina. Brynjar gerir semst samning við FIBA að Sæland Sports verði offísíal þjálfara hugbúnaður fyrir sambandið. Og í kjölfarið á því þá biður FIBA Brynjar að búa til allt efnið fyrir FIBA. Salnum var bara breytt í svona hálfgerð stúdíó, það voru bara sett svört tjöld á veggina og völlurinn merktur FIBA. Svo fórum við bara í það að taka þetta upp og þetta var bara unnið fyrir eftir æfingar og þetta voru allt rillur og æfingar sem við kunnum og voru bara á gagnagrunnum hjá Brynjari.
Þannig að FIBA setur bara traust sitt á Brynjar og lætur hann bara, biður hann að græja þessi vídeo og þennan gagnagrunn fyrir sambandið sem bara magnað. Þetta kannski lýsandi fyrir það hvað hann fær í sínu fagi og hvað hann mjög virtur þar sem hann hefur verið. Zoran Radovic mætir í akademíuna til að sjá hvað í gangi. Svo frétti ég bara seinna að hann mætti að því að hann og Brynjar þekkjast og hann vildi sjá hvað hann var að gera og hvað var í gangi í akademíunni. Hann mætir til Íslands og fer beint á Selfoss. Það haugur af skemmtilegum sögum af Brynjari Karli og flestar að einkennast af því hvað hann drífandi og kýlir á hlutina. Stundum kannski hefði hann mátt ígrunda á í 1-2 dagi viðbót en fyrir viki verða sögurnar skemmtilegri. Saga sem ég held mikið upp á var þegar hann fer og að reyna að selja Sideline Sports í ensku úrvalsdeildinni og fer á æfingarsvæði hjá Bolton liði sem þá var í úrvalsdeildinni, hittir þar fyrir mann sem hann hélt nú bara væri húsvörðurinn og spyr the head coach af því að það var aðal titillinn í NBA. Það eru mennir sem eru þjálfarinn og taka ákvarðanir fyrir liðið. Í fótboltanum eins og það það bara maður í þjálfarateyminu og viðkomandi bendur honum á hann og hann segir hérna, heyrðu, þú ert ekki að tala við réttan mann sko, þú voru að tala við manninn þarna sem the manager sko og þá var það maðurinn sem Brynjar hafði haldið að það væri húsvörður eða eitthvað álíka, maður nafni Sam Allardyce. Hann hefur greinilega ekki klúraði meira það en honum tókst að selja Sideline Sports programmi til Bolton. Já, ég man þegar að ég sat í bílskúrnum hjá Brynjari á Selfossi. Þá var ég aðeins byrjaður að vinna með honum í Sideline. Ég var að spila fyrir hann sem leikmaður og Brynjar að tala við hérna, ég heyri að það var NBA-lið að hringi hann varandi Sideline. Þeir eru eitthvað að vinna með þetta forrit og þá hringir þjálfarinn sem að þjálfa fyrir New Jersey Nets á þeim tíma í hann. Og hann eitthvað að tala um Sideline og hvernig hann að nota þetta og svona. Og þá man ég að Brynjar svona, hann nánast bara svona tekur þjálfarinn í New Jersey Nets svolítið í gegn í símanum. Og hann segir bara mjög ákveðið við hann, bara hey, listen to me. You are just not understanding this correctly. What you have to do, and now you better listen carefully. When you use this product, you have to do it this way and this way. And if you're breaking the game down, make sure that you cut it in a way so the players, og hann að útskýra fyrir honum, sko, hvernig nákvæmlega hann þurfa sko, gera þetta betur en að gera. Og þetta Brynjar að mér skils með aðgang að því sem að liðið að gera þarna. Og ég man bara hversu sjokkeraður ég verð að heyra Brynjar tala svona við NBA-þjálfara. Og þeim tíma ég 19 ára og lít á NBA-þjálfara sem eitthvað guði. En Brynjar tala bara við hann bara eins og þessi hver annar náungi sem að viti í rauninni ekkert hvað hann að gera. Þarna verð ég bara sjokkeraður að vera á Selfossi í bílskur með einhverjum gaur sem að sannfæra þjálfara NBA-lið sko, hvernig hann að þjálfa liðið sitt. Þannig verð ég bara sjokkeraður og þannig upplifi ég náttúrulega í gegnum hann í fyrsta lagi hversu mikla trú hann hefur á eigin þjálfunar hæfileikum og hversu mikla trú hann hefur á sjálfum sér að þora að tala við NBA-þjálfara þennan hátt. Þetta náttúrulega tíma sem ég hef ekki þorað, ég hef stamað út mér 2 orð þegar ég tala við NBA-þjálfara. Þannig að þetta var svona mögnuð upplifun fyrir mig. Maður hefur alveg velti fyrir sér og velti alveg fyrir sér þegar maður var leikmaður. Hvert enda markmiðið hjá þessu manni með allt þetta svakalega prógram og það bara að takmarkast það bara við þetta prógram eða hvað það sem drífur hann svona áfram og ég hef ekki svarið við því en ég þykist nokkuð viss að það tengist þessum einhverjar orðum hans James Naismith sem stofnaði körfuboltann sem Brynjar ól mikið á leave the world a better place for the sole reason that you've been in it skilja heiminn betur við sig fyrir það eitt að þú varst í honum. Það tók maður ekkert langan tíma átt að sjá því hversu mikil forréttindi þetta voru fyrir unga körfuboltaleikmenn á Íslandi að fá svona high level coaching með þetta fullri virðingu fyrir öllum þeim þjálfurum sem maður hafði haft sem margir hverjir voru bara mjög flottir sko en það auðvitað ekkert eftir að keppa við þennan bakgrunn sem þessi maður hafði.